áfram með föstudagsþáttinn. Ég komin með nýjan forstöðumann menningarstofnunar. Menningarmiðstöðvar Þingeyinga. Velkomin, Jan Axel Hara Klitgård. Yes. Var það rétt? Já, nokkuð rétt. Heyrðu, velkomin og til hamingju með nýja starfið. Takk hérlega fyrir það. Sem úrst ekki byrjaður á. Nei, ég byrja á mánudaginn kemur. Þannig að þú veist ekkert hvað þú ert að fara að gera, eða hvað? Jú, ég hef nú svona þokkalega góð hugmynd hvað ég er að fara að gera. Jú, ég held það nú. Já. Hvert verður svona þitt helsta hlutverk, heldurðu? Það verður bara mjög fjölbreytt. Ég er náttúrulega forstöðumaður stofnunarinnar, þannig að ég sér að ég er náttúrulega 4 söfn í Þingeyjarsýslu. Það er Grenjastaðir, það er Safnahús á Húsavík, það er Snartarstaðir á Kópasker og svo Suðurneshús á Langanes. Auk þess sem ég er þá náttúrulega þannig sé svona yfirmaður skjalasafnsins og bókasafnsins Norðurþings líka. En þau eru með forstöðu með deildarstjóra eða. Þetta er svona yfir öllu einhvern veginn. Já, það er búin að safna þetta var náttúrulega svona út um allt og það er bara búin að safna eitt stofn. Einfalda þetta. 2007 minni mig að þetta var sameiginlega í þessi stofnun menningarmiðstöð Þingeyinga og síðastu sem var að bætast við það var bara bókasafnið, það var bara bætist bara við í fyrra. Já. Og ertu einn þarna yfir þessu öllu, er þetta svona dálítill flokkur af starfsmönnum? Þetta er nú er ég talað ekki alveg, þetta er kannski svona 5 stöðugildi á hás, 5-6 stöðugildi, það er náttúrulega manneskja sem er alveg 100% í bókasafnið, það er manneskja sem er hér að skjala vörður sem er 100% vinnu, svo er einn í 50% og svo er náttúrulega sumarstarfsfólk í safnunum sem eru opnan yfir sumartíman hefur náttúrulega sumarstarfsfólk. Þetta getur verið kannski svona 6 heilsárstöðugildi. Og þarft þú ekki að vera svolítið svona inn í öllum málum? Þarft ekki að skreppa á Kópasker? Jú. Það verður náttúrulega mikið það sem ég þarf að fara á Kópasker, fara á Suðurneshús og sinna það líka. Jú. Þetta verður sérstaklega yfir sumartíman. Þau söfna náttúrulega aðalega opið yfir sumartíman. Þannig að, en auðvitað er líka dagskrá á veturtíman eins og á Kópasker. Það getur verið fyrirlistar og svoleiðis og það þarf náttúrulega tónleika. Það þarf mann að fara þangað líka þá. En Hvalasafnið heyrir ekki undir þetta? Nei, Hvalasafnið er alveg sér. Sjálfseignarstofnun. Sjálfseignarstofnun, já. En þar hefur þú verið undanfarið? Nei, ég var í Hvalasafnið tæplega 2 ár, frá 2014 til 2016. Já. Og undanfarið 2 ár er ég búin að vera í námi. Já. Og varst að ná þér í svona einhverja stjórnenda? Nei, ég var í mastersnámi í þjóðfræði. Já. Þannig að, Þannig að þarna sameinast eiginlega áhugamálin þín svolítið í þessu starfi, er það ekki? Þetta sameinast alveg svakalega vel í þessu starfi. Þetta er svona draumastarfi mitt og það sem ég dreymdi þegar ég var lítið strák. Það var að vera safnastjóri einhvers staðar. Gaman. Þannig að þetta er æðislegt. En þú ert danskur? Ég er danskur, já. Hvað dróð þig til Íslands? Kvenmaður? Já, gamla sagan bara. Gamla sagan, já. Ég kynntist konu út í Danmörkur, 92, á Gróðarstöð. Og hún dró mig hingað og við erum þá skilin, við skildum árið 2000, en við eigum 3 börn saman og Og svo ertu búin að vera á Húsavík allan tíman, byrjaðu í Reykjavík? Ég byrjaði í Reykjavík, ég kom, var aðeins svona fram og tilbaka til að byrja með, en ég er búin að vera á Íslandi alfarið síðan 98. Og þá var ég fyrstu svona 2-3 árin fyrir sunnan í Reykjavík og fluttur til Húsavík í desember 99. Og þar hefur þið bara liðið vel, þar viltu vera? Já, mér líður bara mjög vel á Húsavík. Það er búin að fá mér nýja konu, giftast aftur og býr þar og við erum með okkar lítið fjölskylda. Já, gengur mjög vel. Þú varst lengi í skóginum, í svona skógræktinni, garðyrkjunni á Húsavík og... Já, ég var garðyrkjustjóri Norðurþings náttúrulega í tæplega 14 ár. Og búin að gera svolítið krúsidúlur hérna í skóginum, ekki satt og... Jú, búin að gera mikið þar í skrúðgarðinu náttúrulega, skrúðgarðinu svona mít svona
hjartabark. Stoltið. Það er stoltið, það er skrúðgarðurinn, já. Þykir mjög vænt með skrúðgarðurinn. En þjóðfræði á Íslandi, verandi Dani, hvað er það sem heillar þig svona við þetta? Þetta er gamalt, þetta er sagan. Ég er bara alltaf búin að hafa áhuga á mannkynið, bara fólk og þjóðfræði. Þetta er náttúrulega íslensk þjóðfræði sem ég kannski búin að, eða norræn þjóðfræði, en ég tók nú aukarenn í mannfræði, þannig að mér finnst líka þjóðfræði í Afríku mjög áhugavert og þetta er svona sama lögmálum sem mann getur notað til að fjalla þetta og mér finnst þetta bara mjög skemmtilegt. Mjög skemmtilegt að velta sig upp úr því hvernig þetta var og oftast er þetta náttúrulega þannig að sagan er miklu flóknara heldur en við erum svona segja hversdagslega. Hún er margslungin. En ertu með eitthvað svona framtíðarsýn fyrir nýja starfið þitt og þessi söfn? Ertu með stórar hugmyndir? Já, ég er það náttúrulega og það er kannski best að ég hafa þar hugmynda bara fyrir sjálfum mig. Já, til að byrja með og allavega það er ekki víst að þetta allt saman verður. Það verður ekki þetta. Við kannski fáum þið bara aftur í þáttinn til að segja betur frá því nú er tíminn hlaupinn frá okkur því miður. En við glemdum að minnast á Mæruna. Það eru Mærudagar á Húsavík. Byrjuði í gær. Það byrjuði í gær með svona hverfistónleikar og byrjuði þá niður Höfnin niður Stétt í dag og svona, ég held að aðaldagurinn er á morgun með fjölskyldutónleikar, útitónleikar. Stórir tónleikar og svona. Og allskyns stuð. Allskyns stuð, já. Hvernig fólk til að kíkja á það? Alveg bara sérstaklega. Og bara kærar kveður til Húsavíkinga og á Mærudaga. Takk fyrir komuna. Takk heilega.